Góðan daginn, gaman að sjá svona marga. Ég heiti Ragna Margrét og ég er hluti af teymi rannsóknarteymi sem starfar upp í HR. Við í teyminu höfum verið að þróa ákvörðunartæki val og meðferð. Ég ætla að segja ykkur aðeins betur frá því eftir og vonandi get ég sýnt ykkur aðeins það sem við erum búin að vera að gera. Það er ekki alveg tilbúið. En ég ætla að fara fyrst bara gegnum svona nokkrar staðreyndir og hvað við höfum verið að gera og svona hvaðan við erum að koma. Það er enda búið að fara kannski svolítið yfir þetta. Þetta er sem sagt algengasta krabbamein hjá körlum og greinist fyrst og fremst hjá eldri karlmönnum en það hefur verið sýnt að það er yngri menn að greinast og því er þetta stækkandi hópur sem er að greinast. Og áður en maður fer að, sem sagt, maður lítur til valsins á meðferðinni þá þarf maður að skoða hvers kyns meinið er. Og afsakið smá stress. Já, sem sagt, ef vöxturinn er komin út fyrir kirtilinn þá takmarkast valið á meðferðinni. En aftur á móti ef meinið er staðbundið þá hefur sjúklingurinn fleiri valkosti og það er einmitt sá hópur sem við erum að skoða, þessi sjúklingahópur með staðbundið mein. Og helstu meðferðarleiðir eru meðferðirnir svo skurður og geisli og eins og Rafn benti á áðan ýmsar leiðir í því. En einnig er hægt að fara í virkt eftirlit þar sem að meininu er fylgt eftir með rannsóknum. Það fylgir meðferð töluleg áhætta á aukaverkanir og meðferð getur leitt til ýmsa aukaverkana eins og þvagleika, hægðavandamála, risvandamála og getuleysis. Og rannsóknir hafa sýnt fram á að það er mismunandi tíðni af aukaverkana allt frá 20% líkum upp í 80% líkum. Birna, viltu koma og aðstoða mig? Þetta er alltaf lagi. Komdu í startinu hjá mér, það er hans betra. Virkt eftirlit er laust við vandamálin sem ég taldi upp á áðan en það geta fylgst annars konar vandamál í formi vanlíðunar. Það er vandasamt verk að velja meðferðarleið þó margt sem getur þarf að hafa í huga líkt og persónulega óskir einstaklingsins, aldur, sjúkdómssögu og fleira. Það er ljóst af þessum staðreyndum að það er engin meðferð betri en önnur. Já, þú verður þessu. Þetta er greinin sem að Rafn myndist á áðan og ég held ég að sé Laufi hérna áðan líka ekki þar. Það sem við talum að margir karlmenn séu of meðhöndlaðir og svona kannski svolítið það sem að okkur langar til að gera við vorumst til að gerist með ákvörðunartólinu að einstaklingar fari í meðferð við þeirra hæfi og þessi hópu kannski minnki. Rannsóknir hafa sýnt að þegar ákvarðanir eru vandasamar þá upplifa einstaklingar mikla streitu og getur komið í veg fyrir að þeir meðtaki upplýsingar sem skipta miklu máli. Einnig hafa rannsóknir bent til þess að jákvæð tengsl sé milli eftirsjár, kvíða og vanda við ákvörðun. Það er eðlilegt að ákveðin vandi fylgi ákvörðunartökunni og aðrir þættir geta aukið vandann, sem skortur á þekkingu, óhreinlegar væntingar, félagslegur þrýstingur, skortur á stuðningi og styrk til að taka ákvörðunina. Heiðdís ásamt rannsóknarteymi gerði rannsókn þar sem að kanna var hvort vandi og meðferðarákvörðun tengist þunglyndi, kvíða og krabbameinstengdri vanlíðan. Þátttakendur voru 71 íslenskur karlmenn þar sem meðalaldurinn var 66 ára og spurningalistar voru lagðir fyrir innan við 2 mánuðum frá greiningu. Helstu niðurstöður: 57% karla vissu ekki fyrir víst hvaða valmöguleiki væri bestur fyrir þá. 52% voru ekki vissi hvaða ákvörðun þau ættu að taka. 48% fannst þessi ákvörðun vera mjög erfið. Hins vegar voru 77% töldu sig að hafa fengið nægar ráðleggingar frá öðrum og 80% vissu hvaða valmöguleikar væru fyrir hendi. Það sýnir ykkur hérna graf. En karlmenn sem höfðu meiri vanda sýndu fram á meiri einkenni þunglyndis og kvíða heldur þeir karlmenn sem höfðu minni vanda við að velja meðferð. Og út frá þessu má álykta að karlmenn upplifa mikinn vanda við meðferðarákvörðun, tengsl eru á milli vanda við ákvörðun, kvíða og þunglyndis
og að íslenskum karlmennum rauninni skortir aðstoð við ákvörðun og meðferð. Í framhaldinu kom sú hugmynd upp að gera gagnvirkt ákvörðunartól, þar sem Birna, þú kannski bara fer hérna inn og sýnir okkur á meðan. Og við fengum styrk frá Rannís til þess að prófa og þróa þetta gagnvirka ákvörðunartól og við vorum að hanna vefsíðu þar sem að verða miklar upplýsingar um meinið, meðferðarleiðir og aukaverkanir sem sjúklingurinn svo spurður út í viðhorfsfritt gagnvart ýmsum þessum hlutum. Og út frá spurningunum kemur svo niðurstaða sem er vísbending hvaða meðferð sjúklingurinn hallast að. Og á þessari síðu þá verður mjög mikið af upplýsingum, þannig að þetta er bæði síða sem inniheldur upplýsingar sem að tala ég nógu hátt. Þetta er síða sem að inniheldur upplýsingar sem að læknar sem við verðum í samstarfi við munum vera búin að fara yfir. Þannig að það verður fullt af gagnrýndum upplýsingum þarna inn á þessari vefsíðu og síðan er svokallað ákvörðunartæki eða ákvörðunartól sem í raun og veru aðstoðar karlmenn við að velja, það er að segja þá sem eru með staðbundið krabbamein. Og ég sé það kannski með. Já, þú má segja það. Og þegar við verðum í rannsóknum verðum samstarfi lækna sem koma til með að vísa þeim sem eru með þannig greiningu áfram í rannsóknina til okkar. Og þetta ákvörðunartæki er þetta geta við skoðað, fá allar upplýsingar og geta velt fyrir sér kostum og göllum. Því að eins og er búið að koma hérna fram þá eru náttúrulega kostur og gallar við þessar meðferðir. En fyrst og fremst þá er þetta að taka afstöðu kannski svolítið til þess út frá eigin væntingum og það hvort að virkt eftirlit til dæmis myndi henta betur frekar en meðferð. Þá meðferði í formi skurðaðgerðar eða geislameðferðar. Þannig að þetta er það sem við erum að þróa núna og ég ætla að raun og veru kannski bara hreinlega óska eftir því að ef það er einhverju hérna inni sem myndu vilja vera með okkur, aðstoða okkur í raun og veru með að fullhanna þessa síðu, þeir sem hafa þó verið greindir með staðbundið blöðruhálskirtilskrabbamein, að þá getum við komið hérna til okkur á eftir og skráð sig á lista það þá myndum við koma í rýnihópa og fara með okkur yfir efni sem nú þegar komið inn. Þetta myndir aldrei verða samt fyrir í haust og gefa okkur ábendingar og góð ráð vegna þess að það þarf náttúrulega að prófa þessa síðu fyrst og þetta gagnvirka tól fyrst áður við getum í raun og veru farið af stað með sjálfa rannsóknina. Og í rannsóknin er ætlað að meta hvort að svona tól geti hjálpa til við ákvörðunartöku. Þannig að nú er Ragna Margrét komin, hún er búin að skrá inn svona nokkrar upplýsingar þannig í byrjun síðunnar að þá fara menn inn og skrá inn þær upplýsingar sem vita, þannig ýmislegt sem eftir að segja bara ég veit ekki, þannig að en yfirleitt hafa menn fengið náttúrulega upplýsingar frá sínu lækni, þannig að þetta ætti ekki að vera svo flókið að fylla þetta út. En ef það er einhverja spurningar þá náttúrulega hægt að hafa samband við lækninn sinn til þess að komast áfram með þetta. En svo þegar maður er búin að skrá allar upplýsingar inn, að þá koma menn inn á svona bara upplýsingarsíðu sem að fjallar hvað er blöðruhálskirtilskrabbamein, svona almennt, og útskýrir þetta svona bæði myndrænt og svo verður líka upplýsingarna verða náttúrulega bæði textaformi og líka lesnar upp. Þannig að þetta á svona að vera til að menn geti bæði valið það að hlusta á þetta eða lesa þetta og svo náttúrulega líka skoða myndræna efni. En þarna er við erum svona að byrja að setja efni inn á þetta og við höfum lent í svona smá tæknilegum örðuleikum með þessa síðu en þeir gerast nú á fleiri stöðum heldur en bara hérna í sambandi við hljóðið. Þannig að en við erum mjög bjartsýn á að geta að fara af stað með forrannsóknina í haust á þessari síðu og þessu gagnvirka tóli eða tæki. Eitthvað fleiri sem ætlar að segja í þessu? Nei, ég held sér bara góð. Já, en svo í lokin kannski á þessari síðu þegar menn er búin að fara í gegnum allt þetta upplýsingaefni sem er þarna heilmikið, menn geta valið svolítið hvort að menn fara alveg djúpt í allt saman eða hvort að menn fara svona aðeins meira hratt í gegnum efnið.
þá koma alltaf spurningar inn á milli. Það eru svona spurningar sem að fylgja í raun og veru svolítið hverjum texta fyrir sig og þá geta menn, var ekki hægt að sýna stikuna? Nei, hún datt aðeins út. En það er sem sagt, kemur svona spurningar inn á milli og það er valstika sem menn geta klikkað á og halda svo áfram í gegnum síðuna og svo í lokin kemur sem sagt niðurstaða. Þá sjá menn myndrænt sem sagt hvort menn hallist frekar að virku eftirliti eða sem sagt meðferð. Og svo geta menn skoða þá niðurstöðu frekar. Já, ætli þetta sé ekki bara svona það bila sem við getum sagt í bili. Takk fyrir.